Já, verið velkomin. Ég ætla að tala það frelsi sem að Biblían talar og við vitum að nafnið Jesús þýðir Guð frelsar. En frá hverju? Og hvaða frelsi hann að gefa okkur? Og Biblían segir að við séum í fjötrum synda, en þá bara spurningin hvað synd? Og samkvæmt Biblíunni synd allt sem leiðir til dauða. Mig langar aðeins að lesa úr Rómverjabréfinu og þar segir látið syndina ekki ríkja í dauðlegum líkama ykkar svo þið hlýðnist girndum hans og láið ekki synd ykkar limi ykkar sem ranglætisvopn. Og svo aðeins neðar í 16. versi, vitið ekki að ef þið gerist ánauð því einhvers sem þið eru nauðbeygð til að hlýða honum, annaðhvort hlýðið syndinni sem leiðir til dauða eða Guði sem leiðir til lífs og réttlætis. Ef við tökum bara dæmi hvernig þetta virkar, að eitt af því sem ég búinn að finna út, að ég vera grannur. Ég reynda miklu skárri en ég var fyrir einhverjum árum síðan. En svo opnaði ég ísskápinn, það flott kaka inn í ísskáp, sko. Og þá það kakan sem ræður, sko. Kannast ykkur við þetta. Og við stundum, til þess hann Jói sem góði vinur minn, hann stórhættulega, hann býr til skoðan mat. Ég prófaði að borða hjá honum. Og það segir annaðhvort hlýðið syndinni sem leiðir til dauða eða Guði sem leiðir til lífs í réttlæti. Þannig að syndin allt sem veldur dauða. Og þá ekki bara spurning líkamlegan dauða. Það getur verið svo margt annað líka. Ef við tökum dæmi að syndin getur deytt drauma okkur á þrár. Við getum orðið sár, fúl, leið, reið, bitur og gefið drauma okkur á þrár upp á botinn. Syndin getur eyðilagt vináttu og stundum getur það gerst með einhverju bara einu orði sem við segjum einhvern tímann sem við ættum ekki að segja. Syndin getur farið með heilsu okkar, fíkni, mat, vímuefni, tóbak og margt fleira getur eyðilagt líf okkar. Og við getum drepið með tungunni. Og þess vegna, og Páll talar þetta, að við erum ofta að gera hluti sem við mundum ekki vilja gera að þeir skaða okkur ef við gera það samt. Og þeir leiða til dauða í einhverju mynd, þó það sé ekki endilega líkamlegu dauði. Og Páll heldur áfram að fjalla þetta í Rómverjabréfinu. Hann segir í 20. versi, þegar þið voru þrælar syndarinnar, lutuð þið ekki yfir að réttlætis. Hvaða ávöxtu höfðu þeir að því? Hvaða ávöxt höfum við að því þegar við gerum eitthvað sem skaðilegt okkur eða öðrum, þó við höfum ekki viljað það, að við réðum ekki við okkur. Og svo segir hann, og hann spyr hvaða ávöxtu höfðu þá? Þegar við skoðum okkar líf, þá oft gott að skoða hvaða ávexti ég að fá í lífi mínu, og ef þeir eru slæmir, það getur vel verið ég sé búin að vera þeirra skoðun að sjá öllum öðrum að kenna. En á endunum, þá verð ég að líta í eigin barm og spyrja mig, af hverju ég alltaf þetta ski aftur og aftur? Hvað það hjá mér sem þarf að breytast og Guð þarf að eiga við? Og hann segir þarna því laun syndarinn dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Menn hafa misskilið þessi vers og haldið að Guð sé að refsa fyrir syndir. Guð, einhvern tímann gerðist það, fyrir löngu síðan þegar þjóðin bjó mest til sveita, sko. Það búið að vera mikil rigning og svo gerði þetta blíðskaparveður á sunnudegi. Og þá treystu menn sér ekki í kirkju og sendu hreppsóma með þau boðan að heyra og fylgjast með hverju orði sem að presturinn segði til þess að endursegja þegar hann kemi úr kirkjunni. Og þegar hann kom úr kirkjunni spurði menn hvað presturinn hefði talað
og hreppsómaðurinn sagði syndina. Og hvað sagði hann syndina, var hann spurður. Og þá sagði hreppsómaðurinn, já, hann var á móti henni. Og meira fékkst ekki upp úr honum. Guð á móti syndinni af því að hún leiði til ófarnaðar fyrir okkur. Hann lætur engan fá ófarnað af því hann syndgar. Guð vill ekki syndina vegna þess að hún skaðar okkur. Hann ekki törnsár persónulega og prívat hvort þá við förum geftur öll sem hann segir. Hann ekki svo bannalugur. Og eitt af því sem að allir þekkja eru augnablikin sem við sjáum eftir í þeim skilningi að við vildum við hefðum sleppt í. Orð sem við sögðum sem við áttum ekki að segja, hluti sem við gerðum sem við áttum ekki að gera, en það búið og gert og við sitjum uppi með skaðan af því. Og í þessum dauðlega heimi sem við lifum í, þar það mun breytast, Guð mun sigra dauðann og snúa dauðanum í líf og þá verður lífið það sem gildir ekki dauðinn, það verður gerður engu, segir Biblían. En á meðan við erum í þessum dauðlega heimi, þá getur tekið eitt augnablik að rífa niður en langan tíma byggja upp. Og eitt besta útskýringin á þessu sem ég hef heyrt ekki úr Biblíunni, heldur úr ljóði eftir Einar Benediktsson sem svona. Eitt bros getur dimmi í dagsljós breytt sem dropi breytir veg heillra skálar. Þél getur snúist með atorð eitt. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Og þetta það sem við öll þekkjum. Við höfum lent í þessu, eitthvað sagt eitthvað við okkur sem situr í okkur, eða við gert það við aðra. Oft leynist drengur í brjósti sem brast við biturt andsvar gefið hans hakar. Hve iðrarmart líf, eitt augnakast sem aldrei verið tekið tilbaka. Og í þessari veröld lifum við. Og Jesús kominn til að gefa líf og jafnvel þar sem eitthvað hefur gerst, eitthvað farið úrskeiðis, þar vill hann endurreisa. Og ef við höldum áfram, þá í Rómverjabréfinu þá setur Páll þetta fram á dramatískasta hátt sem ég nokkuð tíma séð. Og það er skemmtileg lesning og svona rosalegt orðfæri sem hann notar. Hann segir 14. vers, vitið að lögmál andlegt en ég jarnast hold í greipum syndar. Ég skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil geri ég ekki, það sem ég hata geri ég. Hver þekkir ekki að hafa lent í þessu? Ég hef oft ákveðið, ég ætla aldrei að gera svona aftur. Gera 10 sinnum til það. Ég hef ákveðið sama dag og ég ætla aldrei að gera eitthvað aftur og gera það þann daginn. Og einhvern tíma var gert grín að þessu einhverju leikriti sem ég sá og þá sagði leikritinu alkinn aldrei nærði alkinn tala aldrei meira um það sem eftir að drekka fyrir rétt á hann dettur í það. En þetta sem sagt og þannig Páll að tala um þetta. Reyndar var Páll búinn að vinna marga persónulega sigra en hann að leggja áherslu á þennan þátt hjá okkur. Hann segir því góða sem ég vil geri ég ekki en því vonda sem ég vil ekki það geri ég. Hann segja við stöndum frammi fyrir þessu. Svo ef við höldum áfram Pétur afneitaði Jesú nóttina en daginn hann sagði hann ég myndi aldrei afneita þér. Jesús segir, það verður ekki komið morgun, hann segir, hann verður ekki búinn að gala og verður búinn að afneita með 3 svar. Skilningstré góðs og íls, það talar það í 1. Mósebók, en hvað er það? Ef við förum aðeins í það, ég sannfærður að þetta hafa aldrei verið neitt tré. Þetta sé myndlíking, þetta sem sagt að þessi fyrstu kaflar í Biblíunni eru í ljóðaformi. Ljóð eru gjarnan fulla myndlíkingum, eins og við þekkjum bara ljóðabókum. Og þetta auðvitað
sé partur af þessu sé hluti sem raunverulega gerðust nákvæmlega svo sagt frá, en partur af þessu er svona lýst í myndlíkingum. Og það segir, og drottin Guð manninum og sagði, þú borðað öllum trjám, en að skilningstrí góðs og ills mátt ekki éta. Það segir, hvergi þetta sé epli, sko, það bara ávöxturinn af þessu það sem þú mátt ekki borða. Alltaf vera að koma óvart þessu epli. Ég skil reyndar ekkert í þá sem nota Apple í staðinn fyrir PC, það annar andlegur. Og hérna, en það semst þannig að þú þekkir ekki illskuna og veist ekki mun á góð illu í raun og veru þegar þú tekið það skref að gera það sem illt er. Og það er það sem það sem Guð var að segja mannin, ef þú ferð að framkvæma illskuna, hleypir inn í líf þitt, þá ber hún ávöxt í lífið þínu. Og ef þú leyfir henni að gera það, þá deyrðu. Þetta er syndin leiðir til dauða. En höggormurinn, þarna kemur Satan líki höggorms og hann dregur allt í efa sem Guð sagði. Og það er nefnilega þannig með lygina, sko, að menn fara stundum að trúa henni ef hún er bara sögð nógu oft. Og þetta er oft svona samfélagsmiðlum. En hún tók ávöxt þessa trés, gaf manni sínum og þá lukust augu þeirra beggja að þeim verið ljóst að þau voru nakin. Hvað er ekki margir sem upplifa að hafa gert eitthvað? Enginn veit kannski það, svo labbaði mann göturnar og finnst þess að allir séu að horfa á sig. Þetta er mjög þekkt. Syndin hefur þessa afleiðingar að það skömmin. Og já, það er alls konar forrit sem fer í gangi þegar ég er ekki með músina, sko, ég ætla að vita eitthvað vitlaust. Já, þetta. Jesús endur skilgreinir síðan syndina þegar að hann er með lærisveinunum. Áður fyrir var syndin, í upphafi Biblíunnar er syndin það sem leiðir okkur til dauða. Það sem deyðir, skemmir og eyðileggur. Síðan var stundum notið í merkingunni að brjóta lögmál Guðs og það var sem sagt bara við gyðinga. En svo kemur Jesús með alveg nýja skilgreiningu í Jóhannes 16. Og hann segir, 9. vers, syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Og ástæðan er þessi, að þegar Jesús stóð á krossi, þá segir hann var gerður á synd okkar vegna og hann tók á sig allar afleiðingar syndarinnar. Og hann sagði eftir það er að þannig, að ef menn trúa á mig, þá er þeir lausir undan þessum afleiðingu syndarinnar sem er dauðinn. Þannig að syndin, orðið synd í bæði hebresku og grísku, Gamla testamenti skrifa hebresku, Nýja testamenti á grísku, þýðir að missa marks. Og í Gamla testamentinu sagði frá einhverjum sem skauti, ég man ekki hvort að spjótið ör og hitt ekki, og þá var þetta orð notað. Syndin er að verða viðskilja við lífið. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til föður nema fyrir mig. Syndin er viðskilnaður við lífið. Og það var það sem gerðist á Adam þegar hann ákvað að gera það sem illt var og Eva. Og það var þá sem að afsakanirnar byrjuðu, því að þegar að Guð bað Adam að útskýra hvað hann hefði gert, þá var hann með 2 sökutólka, en það var ekki hann sjálfur. Hann sagði, konan, það er ekki margir karlmenn sem kenna konunni sínum allt. Konan sem þú gafst mér. Tældi mig á 2 sökutólkar, konan og Guð sem gaf hana, ekki hann. Og þetta er eitt einkenni syndarinnar, það er blekkingarnar. Lygin og sjálfsblekkingarnar. En þarna skilgreinir Jesú hana þannig að það er að trúa ekki á hann og ástæðan er sú að hann segir, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sá sem trúir á mig, hann mun eignast líf þrátt fyrir ófullkomleika sinn. Og ef við trúum ekki á hann, þá verðum við viðskilja við lífið. Ef við trúum á hann, þá er lífið okkar. Þrátt fyrir all okkar galla og ófullkomleika.
Þannig að þetta er algjörlega ný skilgreining í Biblíunni sem ekki hafði sést hvernig Jesús kemur með hana. Og Jesús kemur síðan með útskýringu. Það kemur ráðherra til Jesú miðja nótt og þetta var fundur sem var settur upp og enginn mátti vita því að hann gat lent í vesinni ef það fréttist að vera að tala við Jesú. Það er alltaf verið að ofsækja þessa ráðherra. Og það var ekki Moggjun og Rúf þá, en það var ykkur aðrir sem voru að fylgjast með, sko. En hann segir, og svo er þeir að ræða saman, Nikódemus og hann, þessi ráðherra, og þá segir Jesú við Nikódemus, mjög merkilega setningu sem er torskiljanleg fyrst, og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafinn, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Það var þannig að kom höggormaplága hjá Ísraelsmönnum þegar Móse var með þau í eyðimörkinni og þá sagði Guð bjóðu til ormur eyri og eyri táknum dóm og lyfti orminum upp, höggorminum upp, eyrorminum. Og allir sem horfa á eyrormin, þeir munu halda áfram að fá höggormabit en það mun ekkert koma fyrir þá. Þannig áfram komu höggormabitin er engin skaði. Og þetta er táknuð það og hann segir að þennan hátt verði ég hafinn upp og það var hann að tala þegar hann var negldur á kross og þá gef ég öllu líf, alveg svo eyrormurinn. Jesús gefur okkur líf þótt við höfum syndgað og þótt við syndgum og þótt við séum ófullkomin. Syndin er táknuð eitur höggormsins og lífið, og eins og eyrorminn gaf líf, þá gaf Jesú líf. Við trúum á hann. Og þó við gerum rangt, það verður ekki viðskilja við þetta líf. Og hann bætir síðan við, þegar hann er búinn að segja þetta, að hann verði hafinn upp og gefi öllum líf sem á hann trúi. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enga son sinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi soninn ekki í heiminn til að dæma heiminn, heldur til að frelsa hann. Og nafni Jesús þýðir Guð frelsar. Og við erum frjáls. Og frelsi felst í nokkrum hlutum. Við eigum sigur yfir dauða þrátt fyrir að glíma við þetta vandamál að gera stundum það sem við ættum ekki gera og skadar okkur eða aðra. Sumir segja Guð er á móti öllu sem er skemmtilegt, synd er að gera allt sem er gaman, banna allt sem er gaman. Ef eitthvað er gaman og heilsusamlegt og gerir okkur gagn, þá er það ekki synd. Synd er bara það sem leiðir til dauða og eyðileggingar. Og þannig að við eigum líf vegna þess Jesú gerði á krossinum, ekki vegna þess sem við erum að gera eða slepptum að gera. Við eigum bara þetta líf. Og syndin, við getum auðvitað skadað okkur, samband okkar við annað fólk og skadað okkur sjálf með því að gera það sem er óhollt og hættulegt. En eilífa lífið verður aldrei frá okkur tekið. Og endanum þegar dauðinn verður engu gerður þá eigum við þetta líf. Allt þrátt fyrir að við séum öll að borða skilnings til góðs og ills á hverju degi. Og annað, við erum frjáls vegna þess að við erum Guði þóknanleg eins og við erum. Eitt mesti fjötur sem fólk lendir í, það er þegar þið stendur ógn af einhverju. Þið getið staðið ógn af sínu nánustu, vinnuveitendum, hverjum sem er. Eða náttúruhamförum eða hvað sem er. Ef menn eru óöryggir að þeim stendur ógn af einhverju, það getur verið svakalegu fjötur, angist og reiði og vandamál. Og auðvitað er eitt af þessu frelsi sem Guð gefur okkur að við getum unnið í okkar málum á allt annan hátt en áður. Guð gaf okkur
þegar við segjum Jesús, þú ert minn drottinn og Guð, þá gerist kraftaverk í anda okkar sem innsta í okkar veru, að Guð tekur á sínum anda og setur inn í okkur og þessi gamli andi sem höfðum hann engu gerður. Biblíin mjög skýr á því. Svo andi sem Guð setur, það ekki til í honum synd, það ekki til í honum dauði, það ekki til í honum neitt sem að brýtur niður. En þá það sálin líkaminn óbreyttur, en sálin, það þá alveg sérstakt vopn með andanum og orði Guðs og öllu því til að við getum unnið í að losa okkur við það sem skadar okkur og leiðir til dauða. Og það eiginlega barátta og þó Guð hafi gert smart í mínu lífi þá ég enn langt í land. Og mun ekki klára það verkefni áður en ég dey, en við getum alltaf haldið áfram. Annað, við erum ekki undir lögmáli. Jesús var spurður hvað væri æðsta boðorðið í lögmálinu og hann sagði það að elska Guð, það boðorðið sem svona, þú skalt elska drottinn Guð allu hjarta, sál, mætti og huga og náungan sjálfan sig. Og þetta boðorð, þú skalt, við segjum þetta svo fallegt, þetta kærleiksboðorð. Þetta alveg hræðilegt boðorð. Ástæðan sú að þegar okkur sagt þú skalt gera eitthvað sem við getum ekki og ráðum ekki við, það bara ferlegt fyrir okkur að heyra það. Þegar Jesús kom, þá gerði nýjan sáttmála, hann var að tala björningum brauðsbrotningun á þeim, táknum nýjan sáttmála, þá breytti Jesús þessu. Og í Jóhannesarbréfi stendur, kærleikurinn ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur. Skipunin farin, fordæmingin farin og Guð lítur til okkar með velþóknun. Þetta frelsi. Það ekki til meira frelsi, heldur en vera laus undan svona þumalskrúfum. Nú, Páll postuli, hann hafði stofnað söfnuði víða við Miðjarðarhafið og meðal annars í landi sem heitir Galataland. Og svo fær hann fréttir. Söfnuðurinn í þessari borg, eða þessu svæði, hann var byrjaður að halda lögmál Guðs aftur. Og þeir voru fannir að trúa því að til þess að komast inn í heiminn til að eiga lifandi samfélagi Guð og eignast eilíft líf, þá þeir að halda þetta lögmál. Sem er alveg fáránlegt vegna þess að Jesús sagði, ég er að gera nýjan sáttmála. Og þegar menn gera nýjan sáttmála um sama efni þess sem eldri þá svo eldri feldur og gildi. Þetta algjörlega grundvallaratriði, Menn hafa, ég hef staðið því í minni vinnu, það ekki búin að gera kaupsamning, hann getur ekki borgað, en það samt að finna lausn á málinu og að gera nýr samningur sem þetta að standa við. Þá svo gamli feldur og gildi. Og þeir ætla að taka sáttmála sem Jesús feldur gildi með dauða sínum á krossi og fara að halda báða. Og þá skrifaði Páll svona harðorðast, þetta voru svona sterkustu viðbrögð sem Páll nokkuð tíma sýndi. Það var hana. Og skrifaði bréf til þess að reyna að fá að láta sig. Og hann, og þegar sem þeir gerðu, þeir létu umskera sig til þess að eins og þeir væru gyðingar til að halda lögmál gyðingana. Og þetta var svona eiginlega hugsunni hjá þeim, við höldum lögmálið, en svo kemur Jesú Kristi með það sem vantar upp á, það sem við getum ekki gert. Og það sem svo margir gerir í dag sem hafa tekið á móti þessu lífi sem við eigum við Guði, að þeir halda að þeir verða að gera svo mikið til að Guð vilji veita þeim náð fyrir restinni. Og Páll talar algjörlega gegn þessu, Og förum í
Já, hérna var ég með versi, ég ætla að lesa að engillinn sagði við Jósef í draumi hann ætla að láta barnið heita Jesú, 21. versi, að því að mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Og ef Jesús er búinn að frelsa okkur frá syndum okkar, eigum við þá að segja Jesús, þetta er ekki alveg nógu gott hjá þér. Guð, þú sendir soninn og gerðir þetta, þetta er ekki alveg nógu gott, ég þarf að laga þetta og bæta þess við þetta hjá þér, sko. Hver við að koma fram fyrir Guð og segja að þetta sé frekar slaft og við þurfum að bæta við? Og hver við að bæta við Guðs verk? Getum við búið til nýja plánettur fyrir Guð að hvað sem standa? Og í Rómverjabréfinu 10. kapla er sagt hvað það er sem við þurfum að gera til að sigra syndina. Af því Jesús segir, syndin er að trúa ekki á mig. Lífið er að trúa á hann. Hver sem á hann trúir hefur eilíft líf. Og þetta gerist svona. Rómverjabréfið 10. kapli. Ef þú játar með munninum Jesús er drottinn, af hverju þurfum við að gera það? Af því að Guð er að bjóða okkur að fara inn í hans Guðs ríkið. Og ef við ætlum að gerast ríkisborgari í ríki Guðs, þá sækjum við ríkisborgarrétt. Og það gerum við með því að játast undir konung ríkisins sem er Jesús. Ef þú vilt fara í Guðs ríkið, þá gengstu undir vald konungsins. Segir þú ert minn drottinn. Ef þú vilt ekki, þá sleppur því. Þú játar hann með munninum að hann er drottinn. Svo segir, og trúir í hjartanu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum. Ef þú gerir þetta tvennt, þá eignast þetta líf. Syndin er afmóð í lífiðinu og þó það sé mótsagkennt, jafnvel þó þú ráður ekki alltaf við sjálfa þig. En í Galatabréfinu þá segir Páll það sem ætla að fara að umskerast og fara að halda gamla sáttmálan. Hann segir, takið eftir því sem Páll segir ykkur, ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Þú verður að velja, ætlar að byggja á því sem Jesús gerði á krossinum eða eigin verkum. Það er ekki í boði að byggja á hvoru tveggja. Við verðum að sleppa að byggja okkar eigin verkum ef við viljum þiggja hitt. Það eru bara 2 sáttmálar, gamli og nýi. Það er bara annað hverju gildi. Hann segir, ef þið látið umskerast þá gagnar Kristur ykkur ekki og ég enn legg ríka áherslu að hver sem lætur umskerast er skyldur til að halda allt lögmálið. Þannig að þú getur ekki farið að byggja á þínum eigin verkum, þá verður líka vera fullkomin. Það þarf að elska Guð öllu hjart, sál, mátt og hug og náungan sjálfa þig. Og svo segir Páll, ef þið gerir þetta, þá er orðin viðskila við Krist. Ef við ætlum að réttlætast á eigin veruleikum, þá erum við viðskila við Krist sem gerði þetta fyrir okkur. Þér sem ætla að réttlætast með lögmáli, þið eru fallin úr náðinni. Ef ég gerir samning sem ég get ekki staðið við, svo er mér búið nýr samningur og segir, ég ætla að halda hann gamla, og þá held ég bara áfram með samning sem ég get ekki staðið við. En svo segir hann, en við væntum í andanum öðlast að trúni réttlætingu sem er von okkar. Í Galatabréfinu 3. kapla segir hann, þetta vil ég fræðast, öðluðusti andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða fagnaðarindun og trúa. Eru þeir svo óskeinsamir að byrja í heilugum andan til að fullna það í eigin mætti? Þetta er mjög merkileg vers, því að Páll segir, ef þú vilt vera andleg eða andlegur, þá gefstu upp og segir, ég get ekki sjálfur, ég byggi bara þess að ég skeið á krossinum. Það er að vera andlegur. En að segja, ég ætla að vera alveg 100% í Guð, ég ætla að standa mig, ég ætla að vera góður og vinna flott verk og vera þóknarlegur Guði fyrir það, þá ertu holdlegur. En ef þú gefst upp og segir, Guð, þú einn getur gert það fyrir mig. Þá ertu andlegur. Og hann segir, veitir Guð ykkur andan, lætur máttaverk gerast með ykkur vegna þess að haldið lögmálið eða vegna þess að heyrið og trúið. Og það er á þeirri stundu sem við játum Jesús okkar drottinn og Guð, sem kraftaverki gerist, syndin afmáð og fá náð. Og það er alveg saman hvað við gerum eftir það, við förum alltaf á þennan stað aftur að koma til hans eins og við erum.
með okkar galla, með okkar mistök, með okkar klúður. Og Páll segir að við sáum óforgengilegu og í veikleika en uppskerum í styrkleika. Þannig við gefum Guði biturleika okkar, reiði okkar, hatur, ótta, niðurbrot, mistök. Sáum því, en Guð uppsker eitthvað dýrlegt í staðinn fyrir okkur. Þetta segir Páll í Korinthbréfinu. Við sáum í þessu en uppskerum hitt. Alveg gegn öllum lögmálum náttúrunnar. Setjum við stein og fáum gull. Og hann segir í 5. versi, Galatabréfinu 5. kafla, bræður og systur, þið voru kölluð til að vera frjáls. Og hann segir, þið eru ekki frjáls ef þið ætla að vera undir lögmáli, kvöðum þess, fordæmingu þess og geti ekki haldið það. Þið eru ekki frjáls fyrir þið treysti bara á náð Guðs. Og hann segir, þið veru kölluð til að vera frjáls. Og Guð kalla okkur til að vera frjáls, ekki fjöturum. Þess vegna heitir Jesús Guð frelsar. Og hann segir, svo förum við áfram hérna niður. Já, þið bræður veru kölluð til að vera frjáls. Misnoti ekki frelsi þá eigin girnda. Þannig að segja sko að ég til þá að við séum frjáls og Guð séum að leysa okkur. Það hefur ekki endilega að vera að nota tækifæri og gera allt af okkur að því að við séum frjáls hvort sem er. Hann líka annað, ef við gerum það þá erum við að skaða okkur. Hann segir allt lögmálið hérna felst í þessu eina boði, þú skalt elska náungan eins sjálfan þig. Og hérna, ég ætla aðeins að fara hérna í, það er að fara inn á neti því ég glemdi að skrifa hérna ákveðið vers. Taka það að ásettu ráði úr eldri þýðingunni, ég segi ykkur á eftir af hverju það er. Það er orðað svona, það segir til frelsis, frelsaði Kristuros, þetta er í 5. kafla 1. versi, standið því stöðugir og látið ekki afturleggja okkur ánægðarokk. Og ánægðarokkið í Galatabréfinu er ætla að fara að gera allt sjálfur og lifa í fordæmingu, lifa þeirri stöðu að geta það ekki og menn sligast undan slíkri byrði sem Guð vill rétta af okkur og gera okkur frjáls. Og hérna, og þá, það var þannig að í eldgamla daga þá var gefin út svona kassetta sem að hann tók þátt í að búa til hann Björningi og það var þannig að þeir fóru bara að sungu inn á hana og aldrei klift og eftir eitt lagið á hérna kassettunni sko, sem dreifðust allt þá heyrðist Björningi segja ég veit ekki hvort að mann eftir því og það fór með og þessu var dreift í sumarþjónustum áttstaði er að menn fóru inn í ýmsu bæi og voru að vitna fagnarerindið og það var eitt lag á þessari hérna kassettu sem byrjaði svona til frelsis, frelsaði Kristuros, standið því stöðugir og láti ekki afturleggja okkur ánægðarokk. Og ég var búinn að vera að hugsa svo mikið Galatabréfið og ég var í þeirri stöðu, ég skildi þetta vel og vissi alveg hvað stóð og var upptekinn að því. En svo gerði ég alltaf þveröfugt, ég var alltaf að hjálpa Guði samt sko. Það er bara einhvern veginn, maður fór á þann autopilot sko. Svo var rangaði maður við sér og segði, nei, hvert er ég komin? Labbaði tilbaka, svo gleymdi maður sér aftur. Og hérna, og svo og ég átti svona kassettutæki, þar sem það var bilað, það bara hafði stoppað. Svo hérna mörgum klukkutímum seinna, ég held að það hefði nú verið samt inn á sama dags, ég er þó ekki viss, þá var ég að vinna í saltfisk í Vestmönnum og var með herbergja verbúð og ég fór þarna inn í verbúðina og svo ákveði að krjúpa og biðja og hérna og þetta vers í Galatabréfinu hafði verið að tala rosalega mikið til mín sko
Svo byrja ég að syngja þetta lag. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Og þá fór kassettutækið í gang og hélt áfram lagið. Ég heyrði ekki betur en takturinn héldist. Og hérna, Guð notar ýmsar aðferðir. Í Biblíunni sagt frá því að hann talaði einnig gegnum astma, hjá mér gegnum kassettutæki. En sko, það að fara í gang akkurat þarna, með þessar aðstöður og takturinn héldist, það var of mikið, sko. Og þetta var til þess að festa í mér að ég myndi aldrei láta ræna mig frelsinu, sama hvað á dyndi. Sem sagt, við megum ekki láta ræna okkur frelsinu með því að fara í lögmál og það getur komið fram á svo lúmskan hátt eins og hann var að segja, hann Björningi áðan. Ég gat ekki þegið hérna brauðsbrotningu og af því að mér fannst ég ekki vera nógu fullkomin. Eða Guð getur ekki blessað mig fyrir eftir svona 10 klukkutíma sko, því ég var að gera eitthvað svo ljótt að mér, ég þarf að laga eitthvað til áður eða. Þetta getur komið svo lúmst. Og stundum fólk að erfiða og streða. David Wilkinson segir frá því í Krossin og Hnífsblæði, sko, þegar að hann var alveg á fullu að reyna að gera hlutina rétt og láta þetta ganga og þá kom einhver til hans sem var svona þessum gengjum en hafði tekið á móti Jesú. Þú verður að slaka þess á, sko. Og hann tók því ekkert vel, ef ég maður rétt. Svo talaði Guð til hans. Það sama. Og þá byrjuðu hlutinir að gerast. Það þannig að sko og svo stundum að reyna erfiða og óþörfi eigum við þetta erfiða og láta hlutina ganga og leggja eitthvað á okkur. En stundum að gera það þannig að við erum bara sligast undan einhverju byrði í stæðum fyrir að aðeins slaka á að lega Guðavinna. Og við reynum oft í eigin mætti að gera allt sem okkur finnst við að gera. Og hérna, þannig að þetta sem sagt þetta frelsi sem Guð gefur okkur, að svona létta okkur pressunni. Á sama tíma það þannig að þegar við höfum sagt, Jesús, þú ert minn drottinn og Guð og ég trúi á þig og þú lifir í dag, þá eignast þetta líf og hérna. Og fyrir mér var þetta þannig þegar ég eignaðist þetta þá hérna var eins og sko, ég hef stundum líkt sagt sko, það var eins og að fara á fyllerí, það gerðist eitthvað, svona gleði og kraftur, nema bara síðan þá hef ég aldrei orðið edrú á ný. Og ég gengi í gegnum margt í lífinu og átt mína erfiðu tíma, en jafnvel á erfiðustu tímum þá finn ég alltaf fyrir þessu innri gleði og innri krafti. En þann dag í dag finnst mér það erfiðast þegar ég klikka finnst það eiginlega erfiðast að þiggja náð Guðs og kraft sko, þó ég viti betur og láti ekki eftir mér að fara út í það hugafar. En ég hérna, það innbyggt í mig að vilja gera sko hlutina sjálfur og þykja ekki hjálp. Einu sinni þá hérna var ég að leika mér ykkur í byggingu sko þegar ég var krakki og svo hransaði ég og ég hékk svona ykkur í byggingunni og var að missa takið. Það erfiðast sem ég gerði var að kalla hjálp og ég var að hugsa frekar að fara 4 metra niður sko. En ég kallaði þetta hjálp en Biblían segir við þurfum að gefast upp fyrir Guði og segja þú vannst þetta verk, ég tek við því og ég geng út á það. Amen.